Já, góðan daginn. Ég heiti Þóri Sigurbjörnsdóttir og ætla að vera með ykkur næsta hálftíman og fara yfir launaáætlanir. Ég heyri náttúrulega ekkert í ykkur en heyrið þið í mér. Þið getið skrifað inn á hvort að þið heyrið. Okay. Heyrðu, þá eru þið allavega sem eru komnar inn á linkinn búin að staðfesta að þið heyrið í mér, þannig ég ætla bara að byrja og í lokin getið þið skrifað þá spurningar þarna inn á ef einhverjar eru. Nú það sem ég ætla að fara yfir eru launaáætlanir og ég fer líka í gegnum 2-3 flýtilykla. Flýtilyklan sem ég ætla að nefna í restina er Ctrl+N, Ctrl+Delete, Ctrl+Insert og síðan F8 að afrita. Nú, ég fer yfir fyrri partinn af launaáætlunum, sem sagt við byrjum að fara inn í uppsetningarlista þar sem að árið er stofnað, síðan förum við inn í áætlun þar sem áætlanirnar eru stofnaðar og að lokum inn í vinnubókaáætlana og þar eru vinnubækur stofnaðar, hægt er að síðan að flytja þær út í Excel-skjöl sem er síðan unnið með og þegar er búið að vinna með þau að þá er hægt að lesa þau inn aftur. Þannig að nú þegar við komum inn í kerfið þá förum við inn í launakerfi og þar undir eru launaáætlanir. Þetta eru valmöguleikarnir sem er undir á launaáætlanir, það er áætlun, vinnubókaáætlana, forsendur, uppsetningarlisti og svo stjórnun, kerfistjórnun. Við byrjum á því að fara inn í uppsetningarlista og þar eru árin stofnuð og inn í þessu hjá okkur núna er þarna frá 2014 til 2018. Ef að við komum að kerfinu með engum ártölum, þannig að við erum að stofna í fyrsta skipti, að þá myndum við ýta hér á nýtt, Ctrl+N og búa til nýtt spjald. Ef að við eigum ár fyrir, þá er betra að fara inn í að breyta og þar förum við inn í aðgerðir og stofnum nýtt ár. Þá raðast það hér fyrir neðan en allar upplýsingar sem eru hér á spjaldinu færast yfir en þarna þurfum við að fara yfir vissa reiti áður en að við hefjumst handa. Kannski aðal reitirnir eru hér, það er skráarsvæði launa og hér er ég með skráarsvæði launa og skráarsvæði launageymd undir C-temp. Það er mismunandi á hvaða skráarsvæði er verið að skrifa út Excel-skjölin. Sumir hverjir eru með þetta miðlægt á einhverjum drifum sem að flestir komast inn í eða allavega þeir sem eiga að skoða áætlanir eftir á. Sumir eru með möppur sem heita kannski þá C, launaáætlanir og árið sem er að fara að vinna með, en við verðum að passa það að það sé hægt að það sé búið að stofna viðkomandi möppu. Þessi spurning kemur þegar við opnum törgli í fyrsta skipti og ég ætla að segja bara leyfa alltaf og segja í lagi, að þá dettum við inn á tölvuna eða drifið og getum fundið hér hvar viðkomandi skrá á að lenda. Einnig þarf að vera til að byrja með að það megi breyta samþykkta launaáætlun. Það þýðir að við erum að búa til launaáætlun og við ætlum að fikta í henni eða gera einhverjar breytingar. Flýtiflippin launaþættir og útprentun á ekki við eins og er, en undir áætlun hér þar sem að viðmiðunarár er og seinasta launadag viðmiðunar árs og nota eftir seinustu launadags að við gætum þurft að breyta þessu ef við erum að afrita árið. Viðmiðunarárið er yfirleitt árið á undan
og ef við erum að búa þér til á miðju ári eins og til dæmis núna þá erum við að setja seinustu dag á þeirri launakeyrslu sem í kerfinu og við ætlum að miða við. Og eins og þetta er uppsett hér hjá mér, það þýðir að við erum að nota raunverulega áætlun fyrir 1.8.2016 til 31.7.2017 og síðan þá á janúar til júlí 2017. Þannig að þegar allar forsendur eru komnar inn hér og þá getum við byrjað. Ég vil benda á að hér eru reitir sem heitir sjálfgefið mótframlag í lífeyrissjóð, sjálfgefið mótframlag í sjúkra- og orlofssjóð og mótframlag starfsmanna og önnur launatengd gjöld. Þetta eru svona viðmiðunarprósentur sem við setjum inn ef að við erum að vinna með starfsmenn sem er fyrirhugaðir að verði í áætluninni hjá okkur en er ekki komnir með starfaspjöld. Þannig að það er ekki hægt að áætla raunverulega launatengdu gjöldin nema við setjum prósentur þarna inn. Og það er þá kannski mismunandi, kannski eftir stéttarfélög og annað hver mótframlag er, en við myndum setja það sem er svona algengast. Í sambandi við að endurskoða áætlun hér, það er ekki notað fyrir en að við höfum samþykkt áætlun og hún hefur verið færð í endurskoðun og þá myndum við nota þessa reiti hérna hægra megin og það skiptir máli ef það er búið að breyta og fleygja jafnvel út starfsmennum sem eru hættir eða bæta við. Þannig að við byrjum að fara í uppsetningarlista, stofnum árið, förum hér yfir upplýsingar og eins og ég nefndi áðan, sumir kannski koma inn og það er ekkert ár stofnað að þá þarf að færa inn þessi gildi hér. Og það er hægt að kafa hér niður í launategundir inn í launategundinni, inn í launakerfinu sem við á. Þannig að nú loka ég þessu. Ég fer aftur inn í launaáætlanir og þá er það næsta að stofna áætlun. Hér er ég búinn að því það tekur dágóðan tíma að stofna áætlun, þannig ég er raunverulega búinn að stofna áætlunina inn fyrir 2018. Það er gert með því að fara undir aðgerðir og þar að stofna launaáætlun að þá fyllir hún út í það sem við á og eftir þeim forsendum sem við settum inn í árið. Ef við horfum aðeins á bara starfsmenn hérna hjá mér, að hér á hægri hérna á panelinum eða fagbóksinu, að þá eru upplýsingar hér það sem er á viðkomandi. Við getum farið annaðhvort undir heim-hnappinn eða undir færsluleit þar sem stendur áætlunarlínur og þá sjáum við áætlunarlínur á viðkomandi aðila. Það er aðeins hægt að leika sér hér með tölur til þess að skoða eitt og annað og það byggir á því að hreinsa raunverulega út þá valmöguleika sem er á akkurat á einum starfsmanni og síðan gætu við valið einhver ákveðna tegundalaunum eða ákveðna launatengdum gjöldum. Bara svona til að sýna ykkur þá ætla ég að segja hérna tegund launatengda gjalda og ég ætla að velja hér tryggingagjald hérna og ég fer upp að reikna að þá sé ég það að tryggingagjaldið í áætlunni fyrir 2018 er þessi hér upphæð. Þannig þetta býður upp á smá möguleika að taka út og skoða vissar upphæðir. Nú, þegar við erum búin sem sagt að stofna hér áætlun, þá er það að fara inn í vinnubók áætlana hér inni. Og hérna raðast þær niður og eftir hvað er búið að gera og hérna erum við með samþykktar áætlanir og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að
fara hér og stofna vinnubækur. Svo. Þá er ég bara stödd hér og ég segi stofna vinnubækur. Ég ætla að stofna vinnubækur fyrir árið 2018. Ég ætla að fá hverja deild fyrir sig í hverja línu og áætlunin er samþykkt og ég ætla að hafa þetta á einingar þar sem ég þarf að skoða hvað ætla ég að hafa ætla ég að hafa einhverju prófstuvinnu eða ætla ég að hækka einhvern og svo framvegis og ég segi hér forskoðun og hún smástund að keyra niður og hún keyrir raunverulega í gegnum allar deildir og hún myndar einmitt hér svona að því ég segi forskoðun að það er búin að fara í gegnum allar þessar deildir og stofna eftir því sem að starfsmenn eru þar undir. Þannig að hér er raunverulega komin með allar vinnubækurnar mínar. Ég get farið hér á bakvið, ef við förum hérna bara í þessa hér línu hjá mér og ég get farið hér í færsluleit og það er líka undir heimnafnum í línur. Hérna er ég með glugga sem að telur upp þá starfsmenn sem eru undir þessari deild og ég fæ áætlun á viðkomandi eftir ártölum. Eftir mánuðum í þessu ártali. Það er hægt að breyta hér inni áætluninni með því að skrifa hér ofan í. Og það gæti verið að á minni stöðum sé það gert ef að viðkomandi er að fara einn í þessu verkefni að stofna áætlanir og vinna með þær að þá þarf kannski ekki að fara í millistigið að keyra út Excel-skjöl en ég ætla að gera ráð fyrir því að þið séu að keyra út Excel-skjölin og láta einhvern annan fara yfir og senda ykkur síðan tilbaka. Og það eru reynilega sömu forsendur og er í þessum glugga hér sem er ef að ég er í línunni hérna og ég fer í aðgerðir, ég get valið og ég ætla að velja kannski aðeins minni deildir, ég ætla að velja hérna frá 3 deildir hér og ég ætla að segja stofna Excel-skjöl fyrir merktar vinnubækur það þýðir hún ætti að búa til fyrir mig 3 Excel-skjöl og ég ýti á takkan og nú er hún að stofna skjölin fyrir mig. Hún segir 3 Excel-skjöl stofnuð og í lagi. Þið sjáu þá hér að það eru komnar slóðir hérna fyrir aftan á C-temp sem að ég setti upp í uppsetningarlistanum á ártalinu. Það er þessi hér slóð og hún bætti við heitinu launaáætlun og eftir deildinni eða hérna þessum hér deildarkóta hérna. Þá get ég farið inn hjá mér á C-temp og ef ég bara opna þessa hér að þá er hún komið með skjal með þessum forsendum og síðan er hægt að breyta hérna og lesa inn aftur. Ég gerir ráð fyrir því að ef að við erum með þetta svona að við séum að senda þá þessi skjöl á aðra aðila, einhverja yfirmenn eða deildarstjóra sem ætla að fara yfir og breyta og þar af leiðandi myndu þið senda þeim þetta skjal, þeir myndu breyta, senda ykkur tilbaka og þeir myndu lesa það inn. Þið verða að passa að hafa þá alltaf rétt nafn þegar þið eru að lesa inn tilbaka. Ég ætla ekki að fara í framhaldið með því hvað við gerum þegar við erum búin að fá leiðrétt skjal tilbaka. Við munum örugglega bara fljótlega að halda þá námskeið í því, sem sagt seinni partinum. En þetta er ferillinn við það að koma áætluninni í hendur þess sem að fer yfir
eða hafa það undirbúið til þess að við getum farið yfir og bætt og breytt eftir því sem við á. Þetta svona sem sagt kannski hratt farið yfir hvernig við stofnum og hvernig við getum þá lagfært og bætt og síðar hvernig við lesum inn. Ég með þetta í Word-skjali sem ég get síðan sendt ykkur í dag. Nú, ég nefndi þarna flýtilykla og mig langaði að segja ykkur frá bara Ctrl+N og Ctrl+Insert og ég ætla að færa með þess til í kerfinu til þess að það er betra að sýna það annars staðar heldur en akkurat hér, en þetta er náttúrulega flýtilyklar sem þið getið notað á mörgum stöðum. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur hvernig F8 virkar og ég ætla að fara inn í færslubók og hér er ég bara með færslubók og F8 virkar þannig að ég get afritað gildið sem er í reiknum fyrir ofan. Þannig ef ég til dæmis með færslubók og ég ætla að hafa sömu lýsingu á öllum færslunum hjá mér eða eftir fylgiskjali að þá get ég gert F8, pílu niður og þá afrita ég raunverulega gildi sem er í reiknum fyrir ofan. Og þetta á við raunverulega alla reiti. Þannig ef ég er hérna bara í eignabóknategund og ég ger F8 og niður, að þá er ég að afrita reitin sem er fyrir ofan. Ctrl+Insert. Hér, ef ég ýti hann, þá bý ég til nýja línu inn á milli. Svo náttúrulega ef ég færi og setja ekkert gildi í hana, þá náttúrulega eyðist hún út. Þannig að Ctrl+Insert er að bæta við nýrri línu og ég ætla bara að gera F8 hér og þá eru komið nýja línu og Ctrl+Delete er að eyða valdri línu eða línum. Ég get líka blámað þar upp og sagt Ctrl+Delete, þá eyði þeim báðum. Að sjálfsögðu er líka hægt að hægri smella og eyða línu eða nýlínu, en það er ofta ágætt ef maður ætlar ekki að nota músina að nota þessar aðgerðir. Insert, F8, F8, F8 og Ctrl+Delete hér. Ctrl+Delete og Ctrl+N, það er ef við erum í spjöldum. Ef ég fer þá hér núna í bara sal- og markaðssetning og ég ætla að opna viðskiptamanna spjallskrána. Eins og þið vitið að þá er virkninni vild svo sama hvar sem þú ert, í hvort þú sért í lista, viðskiptamönnum, lánardrottnum eða einhverju öðru, að þá virkar þetta alls staðar. Ef ég er hérna á línunni hér og ég geri Ctrl+Delete, þá opnast spjaldið og ég spyr, viltu eyða viðkomandi? Þá get ég sagt já eða nei eftir sem við á, en að sjálfsögðu ef það eru hreyfingar á eins og viðskiptamönnum, lánardrottnum eða fjárhagslykli, að þá er ekki hægt að eyða. Þá kemur hún með aðvörun, það eru hreyfingar til á viðkomandi og ekki hægt að eyða. Til að stofna nýtt spjald, þá er það ekki Ctrl+Insert, þá er það Ctrl+N, sem þýðir það bara Ctrl+Nýtt og spjaldið opnast og við getum stofnað nýtt spjald. Stundum svolítið lengi. Og síðan get ég farið út aftur. Það er svo sem ekki meira sem ég ætla að fara yfir í dag, en það verður stutt í það verður farið yfir seinnipartinn í launaáætlunum og þið getið raunverulega, ef við förum aðeins aftur inn í launaáætlanir, þið getið eins og ég hér er með vinnubækurnar hérna, ég get valið þar allar
og eitt þeim, ef ég hef verið með einhverjar vitlausar forsendur inni, að þá get ég bara blámað þær hér og Ctrl-Delete og eyða og gert aftur. Ég get farið líka hér inn í áætlun og eitt aldrei áætluninni hérna í 2018. Þannig að þið geta aðeins prófað ykkur áfram. Stofnað ár, stofnað áætlun, stofnað vinnubækur, séð ef þið hafið haft einhverja vitlausar forsendur inn í ártalinu, breytt þeim og gert aftur. Þannig að sjálfsög hún svolítið lengi hjá mér, því það náttúrulega svolítið margir. Áætlunin er farin út og ég get farið aftur inn í uppsetningarlistan. Ég get farið hér í að breytt forsendum hér ef að þess þarf og síðan er hérna hægt að byrja upp á nýtt. Það er spurning hérna hjá okkur, launaáætlun miðast við að við séum með laun frá ykkur. Já, það passar. Launakerfið þarf að vera inn í Navision svo hægt sé að nota þetta ferli. Þakka ég fyrir mig og það er hægt að senda fyrirspurnir á sveit@vice.is. Nú ég með tori@vice.is og ykkur er alveg oft að senda mér fyrirspurnir, annaðhvort svaraði þeim sjálf eða kenna þeim á réttar hendur. Þannig að þá segi ég bara takk fyrir og ég góðan dag.